Þegar við hugsum hvernig stórar hugmyndir breiðast út, hvort sem það eru pólitískar hreyfingar eða vísindabildingar eða jafnvel ný trúarbrögð, þá grípum við rosalega oft til þessara myndlíkingar eld. Já, mjög algengt. Já, við tölum gjarnan neistan sem kveikir bálið, en ef maður rýnir aðeins í það hvernig eldur hegðar sér í raun og veru, þá stendur maður alltaf frammi fyrir einni stóru spurningu. Akkurat. Er það staki og frjálsi neistin sem fíkur út í þurrt grasið sem skiptir öllu máli, eða er það þetta vandarlega hlaðna eldstæðið sem heldur glæðunum á lífi í gegnum langa og kalda nótt? Velkomin í rökræðurnar. Takk fyrir það. Í dag ætlum við að rýna beitt í þessa togstreitu milli hins frjálsa neista og fastmótaða eldstæðisins. Og við gerum það í gegnum glugga sem franski biblíufræðingurinn Marie-Noël Thabut opnar í skýringum sínum við texta 7. sunnudagsins af páskatíma. Og þessi textar gætu eiginlega ekki betur til þess fallnar að ræða þetta. Við þurfum að skoða þetta í gegnum linsu Therial Gallas sem birtir þessar greiningar Thabut á vefnum sínum. Einmitt. Hann nálgast þetta út frá mjög svona áhugaverðri blöndu af kristinni hefð og frjálslindri heimspeki. Það sem gripur auga strax hjá honum er að hann hreinlega lítar rauða öll þau orð og setningar í textanum sem snúa að frelsi. Það er nefnilega málið. Hann dregur frelsi fram sem alveg sjálfan kjarnan. Og það er akkurat þar sem við tvörum mjög ósammála í dag. Spurningin sem við tæklum þessi. Er raunverulegur drifkraftur hreyfingarinnar frelsi einstaklingsins til að stíga út fyrir ramman, aðalagast og skapa eitthvað nýtt af eigin frumkvæði? Ég stend fast á því að svari sé já. Svo þú ert alveg að líði rauðlituðu línana? Algjörlega. Rauðlituðu línurnar hjá Gallas sín okkur bara að það er einstaklingurinn knúin áfram af persónulegri sannfæringu sem breytir heiminum. Já, ég er eiginlega algjörlega ósamála þessari nálgun. Þótt hún ljómi vissulega mjög vel. Frelsið og frumkvæðið eru þetta sýnilegt þarna. En greining Thabut sýnir okkur tvímælalaust að allur þessi kraftur gúfar upp og bara deyr út ef hann er ekki rækilega jarðtengdur. Jarðtengdur hvernig þá? Í sameiginlegu sögulegu minni og viðurkenndu stofnanavaldi. Án eldstæðsins þá hverfur neistinn sinn einfallega út í buskan. Allt í lagi, við skulum þó kafa beint í þetta. Byrjum bara á því sem er kannski skýrasta dæmið þennan neista. Sagan af Filipposu í postulasögunni. Ef við setjum okkur aðeins inn í aðstæðurnar, hvar er Filippus? Hann er bara tiltölulega óbreyttur maður á þessum tíma. Í Jerúsalem. Hann er ekki efstur í valdapíramídanum, við skulum hafa það á hreinu, en svo skellur á krísa. Ofsóknirnar, já. Já, ofsóknir hefjast gegn grísk mælandi gyðingum og hann verður einfaldlega að flýja til Samaríu. Sem er mjög afdrifaríkt skref fyrir hann. Rísastort skref. Og hvað gerur hann þar? Pældu hann sést ekki niður til að skrifa bref til yfirstjórnarinnar í Jerúsalem til að biðja leyfi. Hann tekur sér bara nýtt hlutverk og byrjar að predika fyrir Samaríum. En við verðum að skoða... Þeir voru nánast óhreinir vegna aldagamla deildna. En Filippus brýtur alla reglur. Hann sýnir þetta róttæka frelsi og það er hans frumkvæði sem hleypir af stað stærstu útbreiðslunni. Já, ég skil. Er þetta ekki bara fullkomið dæmi það sem Gallas litar rautt? Frelsið rífur kjörstöðuna. Það er vissulega mikið frumkvæði þarna. En brýtu aðeins, hvernig endar þessi atburðarás í Samaríu raunverulega? Við getum ekki bara lesið halvan textan og stoppað svo þegar það hendur okkur. Thabut bendir á mjög stort smátriði hérna. Sem er? Þótt Filippus hafi farið þangað og talað að miklu móð, þá var verkið ófullkomið. Fólki tók við orðinu, já, en heilagur andi kom ekki við þeim. Ekki strax, nei. Ekki fyrir en postularnir, sjálft stofnaravaldið sem þú tala niður, sendu Pétur og Jóhannes frá Jerúsalem til að leggja hendur yfir þeim. Svo ef við skiljum rétt, þá ertu að segja að gjörð Filippusar hafi verið marklaus án stimpulsins frá yfirstjórninni? Ég myndi ekki segja marklaus, en hún gat alls ekki staðið ein og sér. Thabut nota rosalega áhugavert hugtak þetta. Hún segir að fólk með alls ekki verða að frjálsum rafeindum eða elektrónslíbr. Frjálsar rafeindir? Já, og kældu þeirri myndlíkingu. Frjáls rafeind og flugi býr ekki til neina gagnlega orku eða straum nema hún tilheyri og sé tengd við starra rafrásakerfi. Annars er hún bara óreiða og truflun.
Upphafleg nýskupun, sama hversu djarli hún hjá Filippusi, hún þarfnast ófrávíkjanlega staðfestingar hefðarinnar. Já, en Ef, allt í lagi, ég kveiki á þessari rafrása myndlíkingu, en leifðu mér að færa þetta aðeins yfir í eitthvað sem við þekkjum vel úr nútímanum. Hugsum okkar þessa togstreitu eins og baráttuna milli lepur sprotafyrirtækis og þunglamalaga ríkisstofnunar. ok, ég að hlusta. Sjáuði hvernig ofsóknurnar virkuðu raunverulega samkvæmt textanum. Postularnir, þeir sátu eftir í Jerúsalem. Upprunalega elítan eða stofnunin þín varð ekkert fyrir barðinu ofsóknunum. Þeir sátu bara í örygginu heima og pössuðu upp á reglunar. Já, af því að það var... Það voru aðeins utangarsmennirnir, hellenistarnir eins og Filippus sem þurfti að flýja. Og það var þessi dreifða grassrót sem vann raunverulega starðið úti á akrinum. Já, en þeir neytust til þess, ekki satt. Nákvæmlega. En stofnunin í Jerúsalem var samt kyrrstæð. Hún var bara að verja sitt gamla landsvæði. Það var dreifistýringin, einstaklingarnir út í óvissunni sem knúðu fram vöxtinn. Ef við treystum aðeins á eldstæði að þessa miðstýringu, þá hefði hreyfingin aldrei farið út fyrir þykka steinveggi samkunnuhúsins. Ég held þú sért að vanmeta hlutverk postulana hérna. Hún hefði bara dáið út sem lítill sértrúarsafniður. Ekkert að þessu hefði nokkun tíma verið planað á fundi hjá Pétri og Jóhannesi. Það krafðist nákvæmlega þessara frjálsu rafeinda til að brjótast í gegnum múrana. Sprotafyrirtækja samlíkingin þín hún alveg snjöll, ég skal viðurkenna það. En þessi sprotafyrirtæki þín fara beint á hausinn ef þið hafa engan aðgang að bönkum, lögfræði eða raunverulegum innviðum. Já, en vöxturinn kemur ekki þaðan. Her missiru ímitt markskaka dýftinni hjá Þabót. Vaxtabroddur skiptir einfallega engu máli ef hann slítur sig alveg frá trénu. Hann fær enga næringu til lengri tímaliti. Ástæðan fyrir því að Pétur og Jóhannes mættu á sveiðið var ekki svo að þeir væru abbo út í árangur Filippusar eða vildu kæfa allt saman. Er það ekki? Nei, alls ekki. Þeir mættu til að tryggja að þetta nýja fólk, samverjarnir, hefðu aðganga uppsprettunni, að þau væru nú formlega hluti af sömu heildarsögu. En er það ekki ofuráhersla á ytri formfestu á regluverk? Nei, því þetta snýst sjálft eðli hreyfingarinnar. Uppbyggingin sem Þabót dregur fram línuleg og hún stigvaxandi. Ef nýsköpun ætlar ekki enda sem enn eitt gleymda tilraunaverkeflið, þá verður það fyrir eða síðar að tengjast innviðunum. Orðið stofnun nefnilega ekki skammarverði í enna bókum. Það hljómaði stundum þannig hjá Jallas. Sem heldur samtílaginu saman þegar krísan yfirstaðin. Einstaklingsfrelsið bara upp á svertli. Allt í lagi, ég skil hvernig þú sérð ytri umgjörðina á stofnunina, en við verum líka að horfa á hvernig sannfæring yfirleitt lifir af inni í fólkið. Og það leiður okkur að mjög áhugaverðum punkti sem Þabót dreg fram úr fyrra Pétursbrefi. Já, förum yfir í það. Brefið var skrifað til fólks sem mátti þola stöðugt aðkast og hár frá samfélaginu í kringum sig og hvað ráðleggingin til þeirra. Hún svo að hver og einn eigi alltaf að vera reiðubúin að svara til saka fyrir vonina, að færa rök fyrir henni gagnvart gagnrýnendum, en gera það með hógvarð og virðingu. Sem auðvitað mjög krefjandi staða fyrir hvert sem Mjög krefjandi. En taktu aftur því hvernig fólk á að mæta þessu aðkasti. Þeim alls ekki sagt að fela sig á bak við einhvern talsmannstofnunarinnar eða benda á lagabókstaf. Þetta snýst enga samtal hvers og eins. Það talað að hafa hreina samvisku. Útskýrð fyrir mér hvernig það krefst ekki algjörs andlegs frelsis og sjálfstæðs skánafars hjá einstaklingnum. Hver og einasta manneskja verður að melta þessa von og geta varið hana algjörlega upp á eigin spýtur. Þetta ekki hóphugsun. Þetta nákvæmlega þetta frelsi hugans sem Jallas leggur svona ríka áherslu á. Einstaklingurinn ábyrgist sína trú sjálfur. Ég lusta á þetta og ég verð að segja, ég kaupi þetta bara ekki. Leyfðu mér að segja þig hvers vegna. Þú einblínir nánast engunga á þessa rökfræðilega vörn út á við, þetta viðtal við óvinnin ef svo má það orði komast. Viðtal, já. En þú hunsar algjörlega hvernig þessi sama von eða innri sannfæringu verður til hið innra með manneskjunni til að byrja með. Þessi svokallaða hreina samviska kviknar nefnilega ekki bara úr einhverju köldu tómarúmi rökfræðinar eða algjörlega frjálsara hugsunar. Hvaðan kemur hún þá, ef ekki frá innri sannfæringu einstaklingsins?
Hún kemur frá því sem Tollabud kallar memoir kollektív, hið sameiginlega minni. Og til að útskýra hvernig það virkar raunverulega verðum við að skoða nákvæmlega hvernig hún greinir Sálm 65 og 66. Allt í lagi. Hún fullyrðir reyndar að helsta ógnin við miðlun sannfæringar en nútífanum sé nákvæmlega það sem þú ert að hampa hérna, einstaklingshyggja. Talabot notar mjög kröftu að mynd af barninu. Þegar barn fæðist inn í samfélag setst það ekki niður og tekur eitthvað sjálfstæða eða rökstudda ákvörðunum að tilheyra. Hún talar impregnation lont sem við getum þýtt sem svona hægfara inngrömpun. Hægfara inngrópun. Það ljóma nú aðeins eins og heilaþvottur ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Útskýri þetta aðeins betur. Nei, þetta er ekki heilaþvottur. Þetta er meira eins og þegar landafræði og menning blandast bara í blóðið á þér. Barnið sígur í sig hefðina. Það heyrir söguna fláttanum frá í Egyptalandi í getum hátíðarnar. Það tekur þátt í daglegri bæn fjölskyldunar. Svo það gerist ómeðvitað? Já, það er ekki verið að rökstið að tróna með fræðilegum hætti, heldur er hún sungin og lífuð sameiginlega. Rétt eins og þegar þjóðir í dag halda þjóðhátíðisdaga til að binda sig saman, þá ofast barnið inn í stærri sögulegan vef. Þannig að þegar Pétursbréfi talar hreina samvisku, þá er sú samviska aðeins tilvetna þess að hún var rættuð í sameiginlegum garði kynslóðana. En býtu, pældu aðeins í þessu. Ef við samþykkjum þessa forsendu þína að minni sé einungis kollektíft, eitthvað sem græðist hægt og rólega inn í mannesku innan öruggsramma hópsins, hvernig mjög ósköpunum getur trúin þá lifað af þegar sá sami hópur er algjörlega brotinn á bakaftur? Hvað áttu við? Það er nákvæmlega það sem við erum að ræða. Eftir aftöku Stefáns brotnar samfélagið upp, stofnunin splundrast, fjölskyldur urðu að flýja og dreifast allt. Ef eldstæðið sem þú talar er svona mikilvægt, þá hefði þetta allt átt að deyja út þegar eldstæðið var eyðilagt. En raunin er allt önnur. Sannfæringin lifði ekki bara af, hún hreinlega sprakk út og dafnaði. Já, auðvitað dafnaði hún út af því að þeir tóku minni með sér. En það er nákvæmlega málið, þeir tóku það innra með sér. Það sýnir að persónulegt vitnisburðarþrekk einstaklingsins lítur að vera þungamiðjan, ekki hópurinn. Það nefnir þetta meira að segja sjálf, hún talar contagion de l'amor, eða smitandi kærleika. Einmitt, smitandi. Já, en það smitt gerist manna á milli, þar sem stakur einstaklingur ber vonina í hjartanu sínu, algjörlega burtséða frá því hvort það sé einhver ytri umgjörð til að styðja hann. Ég sé alveg hvers vegna þetta lítur þannig út, en þú verður að spyrja þig, hvers vegna urðu þessi dreifu einstaklingar ekki bara að 1000 mismunandi heimspekistefnum? Hvernig gátu þeir haldið sameinaðri stefnu í allum þessum ólíkum löndum? Því upplifunin var svo sama. Nei, það var eitthvað þess að rótin þeirra var sameiginleg. Jafnvel þegar samfélagið er sundrað eða flóttamenn dreifast út allt, þá er það hið sameiginlega minni og Móse, flóttan og spámennina, sem veitir einstaklingnum kjölfestu. En frelsi til að deila því? Bittu, þetta minni er eins og ósýnilegur þráður sem tengir þá alla aftur við sömu uppsprettu. Frelsið sem þú ert stöðugt að tala frelsið til að vitna í mótlæti, er raunverulega bara endurómur af reynslu allra kynslóðana sem kom á undan. Maður stendur nefnilega aldrei einn. Við skulum þá taka þetta eitt skref lengra því ef fólk ber eitthvað svona stórt og sameinandi innra með sér út í heiminn, þá hlýtur eðli þess krafts að skipta öllu máli. Og við sjáum nákvæmlega lýsingu á þessum innri krafti í textanum úr Jóhannes Arkusspjalli. Já, sagan af andanum. Þar er Jesús að útskýra fyrir lærisveinunum hvað muni drífa þá áfram eftir að hann fer. Hann talar andan sem talsmann eða huggara, en taktu vel eftir orðavalinu hérna. Hann segir ekki að andinn muni búa í höfuðstöfunum í Jerúsalem, hann segir andinn búi meðal yðar og í yður. Eru það ekki bara algjör staðfesting á því sem ég er að segja? Að andinn sé ekkert stakt einstaklingsbundið afl. Nákvæmlega. Áherslan er algjörlega á hið innra, í yður. Þessi andi sannleikans er ekki kynntur til leik sem einhver fjarlæg stjórnarskrá eða boðskapur sem þarf að tékka á hjá biskupnum áður en hún bregst við honum. Ég sé hvert þú ert að fara. Hann er beinlegist kynntur sem djúpur, persónulegur kraftur. Hann gerir hverji einustu mannesku kleift að framkvæma þennan smitandi kærleika út í samfélagið, algjörlega af eigin ramleik. Þetta rímar svo rosalega fallega við undirtitilinn hjá Jellas. Ekkert með valdi, alltaf kærleika. Það er þetta rótæka frelsi,
Stofnunin getur ekki stjórnað eldi sem brennur inni hverju manni. Þessi rök þín þau virka vissulega mjög vel ef við klippum bara Jóhannesar guðspjall út og lesum það eins og eitthvað einangraða nútíma sjálfshjálpar bækling. Heyrðu nú. En við verðum að setja þetta í rétt sögulegt samhengi, annars föllum við bara í gryfjuna sem þábútt varar við. Hefurðu raunverulega hugleitt hvernig hún tengir þennan anda nákvæmlega við Gamla testamenti sem spádóma. Hún gerir mjög skýra, línulega tengingu við bæði Esekiel og Jóel. Og hvernig breytir það nákvæmlega orðunum í yður? Það breytir alveg öllu, því andinn sem þar talað alls ekki einhver yfirborðskennd frjáls andleg tilfinning eða einhver persónulegur áttaviti hvers og eins. Það í raun rosalega nútímalegur miskilingur að túlka textan þannig. Er það miskilingur að horfa á einstaklingin? Tabot sýnir okkur að þessi andi bein og endanleg uppfylling á miklum sögum sáttmála Guðs við heila þjóð. Þegar Jesús segir að andinn búi í yður, þá orðið yður í fleirtölu. Það vísar á samfélagið sem heilt. En það samt fólkið ekki byggingin. Já, Tabot bendir með hvernig andi kemur bókstaflega í stað gamlu steinkirkjunar. Hann leysir mustusbygginguna af holmi sem hið nýja sameiningatákn. Og þetta líkilatrið, stóra markmiðir ennþá nákvæmlega hið sama og áður. Ég mun vera Guð þeirra og þeir munu vera fólkið mitt. Sem færir valdið aftur yfir á hópin fremur en einstaklingin, að þínu mati. Já, algjörlega. Takt eftir orðalaginu. Fólkið mitt. Það stendur hvergi ég mun vera Guð þinn og þú munt vera minn frjálsi flakkari sem gerir hvað sem honum sýnist. Þetta snýst allt hérna djópu sameigilegu tilherslu. Hinn einstaklingsbundna upplifun vissulega falleg, en ef hún tengist ekki þessari samfélagslegu heild eða sáttmála, þá hefur hún hvorki rætur né endanlegt markmið. Já, við erum greinilega að beina kastljósinu á gjörólíkum lögum í nákvæmlega sömu textunum og það sýnir kannski hversu ríkt þetta efni er. Ef við draugum aðeins andan og reynum að taka saman hvar við erum stödd núna, þá sýnist mér útlínurnar alveg skýrar. Sant gjörólíkar. Gjörólíkar. Já, út frá minni nálgun það borðaleggjandi þegar við skoðum alla þessa atburðarás, allt frá nýsköpun Filippusar utan við hið hefðbundna landsvæði, til þessara kvaðningar persónlega vörn hvers og eins, andspænis hafi og loks til eðlis andans sem býr hið innra, þá drifkrafturinn augljóst. Þessi staki neisti. Já. Grundvallarþátturinn þetta djarfa, óbeislaða frelsi einstaklingsins sem Jallatlas litar rautt. Það vilji manneskunnar til að brjóta upp kerfið, fara nýja leiðir þegar krísa skellur á og bera persónlegt vitni án þess að bíða eftir stimpli yfirvalda. Án þess að neista hættir sagan bara að gerast. Stofnanirnar staðna, þær ryðga fastar og deyja lokum út. Ég mun alveg glaðlega taka undir það að þessi frumkvæðiskraftur einstakingsins stórfenglegur. Hann hrindur huldum af stað. En ég stend og fell með því sem greining Marinoel Thabut leiður svo meistaralega í ljós. Þetta hrífandi frelsi einstaklingsins fær eingöngu raunverulegan tilgang og stenst aðeins tímans tönn ef það að lokum bundið niður í sameiginlegu sögulegu minni. Og blessaða heildinni. Nákvæmlega. Blessað af viðurkenndri heild. Annars verða þessar hreyfingar bara á frjálsum rafendum, skamminum tískufyrirbærum sem flogra stefnulaust. Hvort sem við tölum blessun stofnunarinnar þegar Pétur og Jóhannes mætu til Samaríu til að fullkomna verkið, eða þessa hægfara inngrópun barnana í menninguna, þá þarf hið frjálsa alltaf stuðning rammans til að verða varanlegum veruleika. Uppreisnin ein og sér dugir einfaldlega aldrei til. Þegar við horfum ennþá á bálið, það stakir frjálsir neistar sem fljúga út, fanga vindinn og kveikja í öllum skóginum sem skipta raunverulega öllu máli? Eða það þetta tungað hlaðna eldstæði, gamla stofnunin sem varveitir glóðan hljóðlega, hitar húsið og tryggjar að kynslóðirnar lifi af harðasta veturinn? Líklega segja þessi textar okkur að raunveruleikin sé dálítið flóknari en svo að við getum valið annað yfir hitt. Einmitt. Samspilið milli frelsis til nýsköpunar og öryggis hefðarinnar klárlega eitthvað sem við munum aldrei geta tæmt að fullu hér í dag. Það veldur eftir alltaf því hvort þú finnur sjálfan þig innstinn í eldinum miðjum eða úti á gresninni að bíða eftir fyrsta nistanum.
Takk fyrir að lusta og kafa ofan í þessa tókstreitu með okkur. Sjáumst næst.